Í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda biðjum. Almáttugi og miskunnsami Guð, þú sem ert veikum styrkur, þreyttun endurnæring, sorgbitnum huggun og hinum deyjandi líf. Guð alls þolgæðis og allrar huggunar. Hjálpa oss til að öðlast trú og von á þig og treysta á nálægð þinni og kærleika. Fyrir Jesú Krist drottinn vor. Amen. Heyrum heilagt orð, heyrum hvað spekingurinn Sýrak segir örlög manna. Mikið erfiði hefur drottinn skapað öllum mönnum, langt, þungt ok á Adams syni. Frá þeim degi þeir fæðast á móðurlífi, eins þeir hverfa aftur til móður allra, uggur og kvíði í hjarta mannanna. Framtíðar áhyggjur til æviloka. Jafnt sá sem trónar í hásæti, sem hinn sem situr í sekk og ösku, svo og sá sem klæðist purpura og ber kórónu, og hinn sem skýlir sér með striga, alla hrjáir reiði, öfund, áhyggja og órói, ótti við dauðan, biturð og deilur. Svo þegar lagst til hvíldar að kvöldi, ruglar svefnin huga þess sem sefur, vart merkjandi andra og nýtur hann hvíldar, svo fylgja áhyggjur dagsins inn í svefnin. Amen. Og heyrum einnig þessi orð postulans. Og ég heyrði rödd af himni sem sagði, rita þú, sælir eru dánir, þeir sem í drottni deyja upp frá þessu. Já, segir andinn, þeir skulu fá hvíld frá erfiði sínu, því að verk þeirra fylgja þeim. Og ég sá og sjá hvítt ský
og á skýinu einhvern sitja líkan mannsynni. Hann hafði gullkóran á höfði og beitta sigð í hendi og annar engill kom út úr musterinu. Hann kallaði hárri röddu til þess sem á skýinu sat. Beittu sigð þinni, skerðu upp því að komin uppskerutíminn. Kornið þroskað og sá sem á skýinu sat brá sigð sinni á jörðina og uppskeran var færð í hlöðu. Þannig hljóðar hið heilaga orð og sæl eru þau heyr og geymi hjarta sínu. Amen. Við skulum rísa á fætur og hlýða á heilagt guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Jesús sagði þessa dæmisögu. Líkt himnaríki og húsbónda einn sem gekk út árla morguns að ráða verkamenn í víngarð sinn. Hann samdi við verkamennin denar í daglaun og sendi þá í víngarðinn. Síðan gekk hann út dagmál og sá aðra menn standa á torginu iðjulausa. Hann sagði við þá: farið þið einnig í víngarðinn og ég mun greiða ykkur sanngjörn laun. Þeir fóru. Aftur gekk hann út hádegi og nón og gerði sem fyrr. Og 11. stundu fór hann enn út og sá menn standa þar. Hann spyr þá: hví hímið þið hér iðjuleysir allan daginn? Þeir svara: enginn hefur ráðið okkur. Hann segir við þá: farið þið einnig í víngarðinn. Þegar kvöld var komið, sagði eigandi víngarðsins við verkstjóra sinn: kalla þú á verkamennina og greið þeim kaupið. Þú skalt byrja á þeim síðustu og enda á þeim fyrstu. Nú komu þeir sem ráðnir voru á 11. stundu og fengu hver sinn denar. Þegar þeir fyrstu komu bjuggust þeir við að fá meira, en fengu sinn denarinn hver. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall. Lof sé þér, Kristur.
Náð sé með yður og friður frá Guði Föður vorum og Drottni Jesú Kristi. Amen. Í dag verður til moldar borinn hér á Ísafirði Ólafur Þór Guðmundsson. Þegar hann er kvaddur, þá skulum við staldra við dæmisögu Jesú verkamennin í víngarðinum. Jesú segir að himnaríki sé líkt húsbónda sem réði verkamenn í víngarðsinn. Sumir þeirra náðu að vinna langan vinnudag, en aðrir stuttan. Samt fengu þeir allir sinn denarinn hver í lok vinnudags. Og þannig er það hjá Guði. Guð gefur okkur öllum eilíft líf, öllum sama denarinn, óháð því hvort við unnum langa ævi eða stutta, óháð því hvort við afrekuðum mikið eða lítið. Og það gerir Guð vegna þess að hann elskar okkur öll jafn mikið. Í augum Guðs erum við öll börnin hans, öll dýrmæt og öll merkileg. Guð elskar okkur og þess vegna fyrirgefur hann okkur. Og þetta ættum við einnig að gera, að fyrirgefa. Og raunar segjum við þetta alltaf í faðirvorinu. Fyrirgefningin er góð, því hún færir mann í frið í hjarta. Fyrirgefningin fær mann líka til að horfa bjartari augun á tilveruna. Hann Ólafur Þór gekk alltaf með kross hálsinn nú hinn síðari ár. Hann var trúaður maður. Trúin hjálpaði honum í andstreymi lífsins, því trúin á Guð er haldreipi í nauðum. Og í dag felum við Ólaf Þór Guðmundsson í hendurnar á Guði. Við vitum að hann mun fá góða heimkomu í ríki Guðs og við skulum rifja upp ævi hans og lífshlaup. Ólafur Þór Guðmundsson var Ísfirðingur, fæddur hér og uppalinn og átti heima hér fyrir vestan alla sína tíð, ef frá er talið 1,5 ár sem hann átti heima fyrir sunnan. Hann var fæddur hér í faðmi fjalla blárra þann 13. apríl árið 1956. Foreldrar hans voru þau Guðmundur Skúlason, húsasmíðameistari, og Hjördís Alda Ólafsdóttir verkakona. Var hann annað barn þeirra hjóna. Það er ekki langt síðan að útför Öldu móður hans var hér í kirkjunni, en hún kvaddi þennan heim í janúar síðastliðnum. Og nú erum við aftur hér í kirkjunni að kveðja ljúfan ástvin. Já, stundum er ekki ein báran stök í lífinu. Ólafur Þór á 2 systur, eldri en hann er Guðríður Brynja en yngri en hann er Margrét Anný. Ólafur sleit sínum fyrstu barmskóm hér á Eyrinni, niður á bökkunum í Sundstrætinu, en svo fluttist fjölskyldan upp á Seljalandsveg 8 í hús sem heimilisfaðirinn Guðmundur byggði fyrir fjölskylduna. Og þar er yngri systir Ólafs fædd. Ólafur eða Óli, eins og hann var kallaður á þessum árum, var fjörugur drengur sem alltaf vildi hafa eitthvað fyrir stafni. Hann fór með félögum sínum niður á bryggjurnar að dorga með veiðistöng. Á veturnar gengu þeir með skíðin sín upp í Stórurð, alveg upp að klettunum og brunuðu svo niður. Í þá daga var þetta aðal skíðasvæði Ísfirðinga, áður en lyfturnar komu upp á Seljalandsdal og gerðu dalina þeirri skíðaparadís sem hann var og er. Faðir Óla var með verkstæði og þar dundaði hann sér oft við að smíða, enda varð Óli snemma handlaginn og gat gert sjálfur flesta hluti. Á unglingsáránum átti hann skellinöðrur sem hann gerði upp og þeysti á hér göturnar og eftir malarvegunum inn í fjörð. Óli fann sig ekki allt of vel í skóla.
Líklega var hann lesblindur, því seinna þegar hann talaði skólan, þá kvaðst hann hafa átt erfitt með lestur, því stafirnir voru alltaf á hreyfingu. Í dag þetta vandamál þekkt og skólabörn fá aðstoð til að ná tökum á lestri. Fyrir duglegan ungan mann það var það auðvitað miklu meira freistandi að fara niður á bryggju og fá vinnu við löndun eða fá vinnu í íshúsinu við að verka og vinna fisk. Ólafur vann alla almenna verkamannavinnu og eitthvað var hann til sjós. Á þessum árum voru stundum uppgrip í löndun og vinnslu. Það var mikið unnið og svo skroppið til Spánar til að skemmta sér og slaka á ströndinni með góðum félögum eins og Svenna Sjó og Frank og fleirum. Á þessum árum lærði Ólafur að spila bridge, enda gaman að taka í spil þegar maður á frívaktið í pásum. Ólafur var mjög hraustur maður og í góðu líkamlegu formi. Hann tók sig vel út á Laugarbakkanum og svo gat hann léttilega gengið á höndum. Líkamsburði sína nýtti hann við vinnu sína, en Ólafur Þór var mjög ósérhlífinn maður. Hann var vinnusamur og duglegur með afbrigðum. Vinnan göfgar mannin. Vinn ekki einvörðungu það að hafa fyrir salti í grautinn. Þegar við vinnum, þá erum við að leggja okkar skerf til samfélagsins. Og það skiptir ekki máli hver starfið hvort það vinna í frystihúsi, fiskveiðar úti á sjó, iðnaður, verslun, þjónusta eða þrif. Allt þetta nauðsynlegt til að samfélagið geti dafnað og verðmæti orðið til. Og þess vegna talar Marteinn Lúther að fólk í öllum stéttum hafi köllun eða hlutverk. Hlutverk okkar eða köllun það að standa sig vel í hverju því verkefni sem við tökum að okkur í lífinu. Þessi hugsun í raun innifalin í ritningarorðinu góða sem haft var yfir flestöllum fermingarbörnum í gamla daga: vertu trúr allt til dauða og Guð mun gefa þér lífsins kórónu. Árið 1977 kynntist Ólafur stúlku sem hafði komið hingað vestur og var við nám í Menntaskólanum á Ísafirði. Þetta var hún Hulda Hafsteinsdóttir. Ári síðar voru þau gift og flutt inn í íbúð í Stórholtinu inn í Firði. Í þá daga var það þannig að ungu fólki var uppálagt að leggja til hliðar hluta af laununum sínum. Þetta voru kölluð sparimerki og voru dregin af laununum fyrir útborgun og svo fékk maður sparimerkin útborgu við 25 ára aldur eða þegar maður gifti sig. Ólafur hafði byrjað ungur að vinna og unnið mikið og gat því auðveldlega fest kaup á íbúðinni í Stórholtinu. Á næstu 4 árum eignuðust þau Ólafur og Hulda 3 börn. Það eru þau Hjördís Eva, Stefán Þór og Árni Björn. 4. barnið sonurinn Hjörtur. Eftir að hafa átt heima í Stórholtinu í nokkur ár, þá prófuðu þau Ólafur og Hulda að flytja suður. Þau settust að í Hafnarfirði. Ólafur fór að vinna í sjoppu í Breiðholtinu sem tengdafaðir hans átti. Þetta var svona verslun eins og Hamraborg, þar sem einnig var hægt að kaupa sér skyndibitamat. En Ólafur undi ekki hag sínum eins vel fyrir sunnan og hér fyrir vestan, þannig að þau fluttu fljótlega aftur vestur og keyptu sér einbýlishús á Hlíðarveginum, skammt frá æskuheimili Ólafs. Og hér ólust börnin þeirra Ólafs og Huldu upp, og ég ætla að segja aðeins frá þeim. Hjördís Eva elst, hún gift Orra Frey Oddssyni og þau eiga 2 börn, Huldu Sigrúnu 19 ára og Arnar Frey 14 ára. Þá kemur Stefán Þór, hans kona Svava Gef Sverrisdóttir og þau eiga 2 syni, Sölva 16 ára og Hrafn 13 ára. Þá kemur Árni Björn, eiginkona hans Leia Marie Obiljó,
þau eiga 2 börn, Björn Loka 2 ára og Sóldísu Evu 1 árs. Hjörtur er yngstur, hann er í sambúð með Rúnu Hrönn Málfríðardóttur. Seinna keyptu þau Ólafur og Hulda sér einbýlishús í Hnífsdal. Ólafur var góður pabbi, enda hafði hann yndi af börnum og gat alveg leikið sér við börn. Hann gætti þess að börnin hans skorti aldrei neitt, hjálpaði þeim að gera við hjólin þegar sumarið kom, fór með þau á skíði og oft í sund. Og svo var Ólafur alltaf með veiðistöng í bílnum og oft tók hann þau með sér inn í fjörð eða annað til að veiða. Ólafur hafði vit á vélum. Sem ungur maður gerði hann upp bíla, tók upp vél, en þegar fjárhagur er orðinn betri, þá naut hann þess að kaupa sér nýjan bíl. Maður tók eftir því að bíllinn hjá Óla var alltaf nýbónaður og fínn, því að Ólafur var snyrtimenni. Hann var lengi hjá Íshúsfélaginu, en þegar það lagði upp laupana, þá fór hann að vinna hjá Básafelli, sá meðal annars að þrífa vinnslulínurnar og gerði það vel. Allt sem Ólafur tók sér fyrir hendur vann hann vel, enda samviskusamur maður og iðinn. Í lífinu skiptast á skin og skúrir. Það kom erfiður tími í lífi Ólafs og líkt og margir aðrir þá leitaði hann á náðir Bakkusar. Það er sjaldnast heillaspor. Ólafur og Hulda skildu, börnin voru þá uppkomin og Ólafur flutti aftur inn á sitt æsku heimili. Hann hugsaði vel Öldu móður sína, hann fór til dæmis með henni í langa bílferð landið. Fólk sem hugsar vel foreldra sína er með kærleiksríkt hjarta. Ólafur hélt góðu sambandi við börnin sín, hann var góður afi, hann naut þess að passa barnabörnin og leika við þau. Ólafur var skeið í sambandi við Maríu Sigurðardóttur, þau bjuggu saman og ferðuðu saman til útlanda. Ólafur hafði alla tíð unnið mikið við löndun, þrif og aðra erfiðisvinnu. Hann hafði aldrei hlíft sér. Illu heilli þá fékk hann brjósklos í bakið. Og þegar meðferð dugði ekki, þá var hann skorinn upp fyrir áratug síðan. Í kjölfari fékk hann sýkingu í bakið sem skemmdi taugavefi og glímdi Ólafur eftir það við mjög þráláta verki. Átti hann stundum erfitt með gang, enda þjáður mjög. Það var sárt að horfa upp á þennan hrausta og glæsilega mann, Ólaf Þór, vera svona undirlagðan af verkjum og þetta setti mark sitt á hann. Ólafur Þór flutti í þjónustuíbúð á Hlíf, velferðarsvið Ísafjarðarbæjar og þá einkum Harpa Stefánsdóttir aðstoðuðu hann á ýmsa lund. Aðstandendur og ástvinir Ólafs þakka velferðarsviðinu, heimahjúkrun og heilbrigðisstofnun Vestfjarða fyrir umönnun og stuðning. Þau þakka einnig fyrir auðsýnda samúð og í minningu góðs manns þá bjóða þau okkur til erfidrykkju hér í safnaðarsalnum að athöfn lokinni. Ólafur Þór Guðmundsson lést á Landspítalanum í Fossvogi í Reykjavík þann 27. mars síðastliðinn. Blessuð sé minning hans. Hingað hafa borið samúðarkveðjur frá fólki sem ekki gat verið hér. Það eru samúðarkveðjur erlendis frá Ólafi Ágúst og fjölskyldu og eins frá Guðrún og fjölskyldu. Hugheilar samúðarkveðjur eru frá Maríu Sigurðardóttur og börnum. Hjartans samúðarkveðjur til aðstandanda eru fluttar frá þeim Hafsteini Þór Hafsteinssyni og Hjördísi Vilhjálmsdóttur. Ég les kveðju frá fyrrum eiginkonu. Ólafur Þór var eiginmaður minn í tæp 30 ár. Á þessum árum eignuðust við 4 börn, öll vel að Guði gerð. Hann bar alltaf hag barnanna fyrir brjósti og var ósérhlífinn til vinnu. Þó ýmsir brestir hafi orðið í okkar hjónabandi, þá ber að þakka það sem vel er gert.
Ég bið sálu hans friðar og blessunar. Hulda Hafsteinsdóttir. Kista Ólafs Þórs verður í lok þessarar athafnar flutt inn á Réttarholt í mynni Engidals þar sem hann fær sitt hinsta leg. Þegar við stöndum í kirkjugarðinum og lítum yfir krossmörk og leggsteina, þá skulum við rifja upp orð postulans sem lesin voru hér áðan. Sælir eru dánir, þeir sem í drottni deyja upp frá þessu. Já, segir andinn, þeir skulu fá hvíld frá erfiði sínu því að verk þeirra fylgja þeim. Dánir eru sælir vegna þess að sálir þeirra fá hvíld hjá Guði. Jesús tekur á móti þeim við dauðans dyr og leiðir þá inn í Guðs ríkið, inn í ríki eilífðarinnar. Og þá munu hinir látnu ekki finna fyrir sársauka, þreytu né vonbrigðum, því hið fyrra er farið. Okkar jarðneska líf er eins og dagur, sólin rís upp, æskan er eins og morgunin, allt svo nýtt, sérstakur ilmur í lofti, svo kemur dagurinn með vinnu og striti og kvöldið er eins og síðustu ár ævinnar, þegar við lítum öxl yfir farinn veg. En eilífa lífið er öðruvísi. Einn dagur í paradís er dagur án enda. Eilífðin er eins og ljúfur sumardagur, draumkenndur og góður. Í þeirri von kveðjum við hér í dag góðan dreng og þökkum fyrir samferðinni gegnum lífið. Dýrð sé Guði, Föður og Syni og heilögum anda, svo sem var í upphafi, er og verður aldir alda.
Guð Faðir í himnaríki, miskunna þú oss. Guð Sonur og lausnari heimsins, miskunna þú oss. Drottinn Guð heilagi andi, miskunna þú oss. Nú lætur þú drottinn þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér. Því að augu mín hafa séð hjálpræði þitt, sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða, ljós til opinberunar heiðingjum og til vegsemdar líð þínum, Ísrael. Við skulum biðja. Við þökkum þér algóði Guð fyrir ljósið sem við oss skín frá frelsar okkar, Kristi og heilagu orði hans. Veitt okkur náð til þess að taka á móti því í huga og hjarta. Stefn eftir því í tímans draumi og fá svo að lyktum að hverfa inn í birtu þess í himnesku kærleiksríki þínu. Við þökkum þér á þessari stundu að þú hefur leyst Ólaf Þór Guðmundsson frá þrautum og veitt honum hvíld. Verð þú náðugur þeim sem líf hans var tengt ástúðarböndum. Helga og blessa minningar þeirra allra og varveit þau á vegum þínum. Heyr þá bæn í Jesú nafni. Biðjum öll saman í Jesú nafni. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.
Lofaður sé Guð og Faðir drottins vors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesú sagði: ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Skulum rísa á fætur. Ólafur Þór Guðmundsson, af jörðu ertu kominn, að jörðu skaltu aftur verða, af jörðu skaltu aftur upprísa. Drottinn minn gefi dánum ró, en hinum lík er lifa. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjón og lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sína augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags Anda. Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir Drottinn vor Jesú Krist.